Gekkja að fá þig heimsókn. Já, takk. Gott að vera hérna. Ekki að byrja bara það sem þú varst núna og sagðir sko, ég þakkláttur fyrir allt sem ég hef farið í gegnum að því það er búið til mannin sem einn í dag. Já, einmitt. Þú veist, þetta það sem ég get svona séð fyrir mest að ég orðin raunveru þakkláttur fyrir erfiðleikana mína og skítin og eftir að hafa verið brotið niður bara aftur og aftur andlega og pínu líkamlega líka. Og þá breytið bara, svolítið viðhorfum mér gangað lífinu, maður var svolítið svona dús, ég var með, gekk vel í, ég var vinsæll og góður í körfubolta, stór og alveg svona, vel byggður, talið myndalegur og var bara svona, þetta astnalega, þessi fáviti, þetta fíbl, þetta bara svona og, talaði mér svo astni gegnum að, samkynið myndu gifta sig, bara homabönd, eitthvað sem svo fíbl, hvað ég að segja það, hvort að samkynið melgi geti gift sig og verið hamingjusamir, eitthvað bara svona, eitthvað klikkunni, eitthvað ego sem reyna að make sense á heiminum og svo hefur bara aftur og aftur verið brotið niður í núlli, þannig ég hef gjörsamlega klára mig í geðrófi, það sem ég endaði í gólfinu grenjandi, öskrandi, þá ég sofnaði á gólfinu og svafi 5 klukkutíma, skalf, ég fari í gegnum svo, enn djúpa dal sem við þurfum að ganga gegnum til að finna raunverulega transformation eða, vakningu. Og í dag sé ég bara, hef ég þetta svona, þessa dýfti að sjá fólk eins og það og ekki horfa hvernig það klætt og hvernig það tala, hvernig það litin og hvað, kynavillur með. Og ég sé þetta pínu sem myndirna sjálf á hal, þegar hvað mér séð hana? Ég reyna að reyna með rockaronum hana litla, hvað heitir hann? Shallow Hal, á ég að googla það? Já, hann kemur inn í þetta Tim Robbins og þetta hann rockarinn litli leikarinn skemmtilegi. Ég man eftir, leiðu þú segir nafnið, þá man ég eftir þessa mynd og ég man eftir að hafa séð hana, en Já, endilega bjargaði mér, ég Shallow Hal, festast í þessu, ég veit hvað leikarinn heitir, ég bara nú Cast Jack Black, já, hann svona mega shallow og Tim Robbins hann hjálpar honum að, breytir honum, leitur eitthvað svona spell á hann og hann fyrir að sjá fólk bara fyrir þess að það og það ein kona sem miklu yfirvikt og hann fyrir að sjá hann svo fallega. Alveg rétt, nú man ég þetta. Og ég svona upplifði þetta svolítið sem ég orðin eftir að hafa verið svona brotið svona oft niður og séð, að vera massaður og eiga flottan bíl og vera með eitthvað svona alls konar svona grímur og svona út, svona eitthvað svona leik, það sem ég var bara búin að setja ykkur að brynja á mig og þetta, virkaði ekki, þannig að ég bara í dag ég bara kemið fram dyræsu klæddur og ég sé fólk bara eins og það og því ég veit að bakvið hvern einstakling ykkur sásauki og eins og Ellen G. Langer kona sem er svona researcher og svona spæli svona human behavior og svona og maður veit að ákvörðun hverri einustu mannesku meikar sense fyrir þeirri mannesku á þeim tíma, alltaf. Og hún gæti verið fáraleg ljósið sem þú sér frá þínu sjónhorni og þínu engól og þess að þú hefur farið gegnum en það gæti verið góð gildi hana en þetta meikar sense fyrir leikarunum að þessari mannesku á þessu tímapunkti. Og það gæti verið svar við einhverju tráma, fólk gæti verið á vondu stað eins og ég veit bara að ég hef hagað mér alveg eins og fucking fáti og verið vondur og varpað sársauka á mannesku og bara með krafti og ætla virkilega láta hann að finna fyrir því en ég er með góð gildi og ég veit að ég er með gott hjarta og fólk talar það hvað ég ljúfur og svona og svo kem ég tilbaka alveg í bara líður ömulega eftir þetta og bara hvað gat ég þá tók höfuðið algjörlega yfir í ykkur svona geðrófa ángist og bara svona egoi sem vildi bara láta mega sense og láta vita hver ég væri og svo ætla ekki láta þennan vaðið mig eitthvað svona já. Mér þegar þú ert að tala núna þá svona sem kemur til mín þessi auðmýkt sem kemur af því að þú brott, það vaknar held ég enginn á einhverjum mánudegi bara og allt í jolly feeling og þú segir, heyrðu, já, nú ætla ég að taka niður þessar grímur, ég ætla bara að breyta mér sem manneskja. Það gerist ekki. Ég get tala fyrir mig að þú bara, maður stundum bara, maður fær svona, þegar maður hefur verið að fara í gegnum erfiðustu tímabilin, þá fær maður svona inn á milli svona smá þar sem maður næri að setja fingurinn upp í loft og segir, já, heyrðu, ég nú búin að breytast. En síðan bara heldur áfram bara, hvað sem maður kalla Dark Knight of the Soul eða eitthvað skilur það sem að þeir líður bara eins og það sé ekkert að gerast og þetta endalaust og bara þjáning en síðan það, síðan kemur út úr því
horfir tilbaka og segir, já, ég er breyttur, sko. Já. Og svona gerðist það. Og þetta þetta, veist, bara mikla einföldun, veist, það sem drepur þig ekki hjálpar þér að vaksa, veist, what doesn't kill you makes you grow, var það ekki þannig. Og En hvað, sko, ég man þegar ég kynntist þig fyrst, þá sagði þér að þetta hefði byrjað hjá þér svolítið, þú varst mjög öflugur í körfubolta, ekki? Jú. Byrjaði þetta ekki svolítið með því þegar þú mittist? Jú, það er svona eins og að kýlda svolítið í gang, veit ekki alveg hérna, og breyst svolítið svona við vorum í gaggatíð í dag, sko. En það var, segðu okkur hans, var það ekki, hérna lendir ekki líkamsárás? Jú, ég sé að þetta bara, veist, það gengur aldrei svo vel. Ég, veist, þetta virkilega sjálf og hugsa rosum útlitið og ég held að bíllinn sé að fara að gera með hamingju og hjálpa mér að edru og allt þetta og þið fleiri stelpur sem skotnar í mig þið betri ég, sko. Og, veist, og bara please horfa á mig hvað ég fátur og með brúnkukrem og leit út og var gulur í framann, skilur og satir ekki aflita hár og brann á mér höfuleðri, sko, og veist, þetta dót og jú, ég var í 3. sæti her í Ísland og alveg bara það var geggja, þá gæti ég loksins hringt í pínu sem ég var skotin í og ég var 3. sæti í Ísland, pældi hvað það sorglegt, veist, sátt ég tapaði mér það, veist, ég ekki að segja mér í 1. sæti, ég tapaði her í Ísland, ég var geðið bara, hæ, heldur góðan date, bara tapaði ekki, veistu hvað það er ekki, og það var ekki til inni sem ég gaf mig gildi, og en allavega, og ég hérna, veist, á þessu tíma, svolítið bara komst alveg þangað, ég var í 18 manna úrvali í landsliðið meiðist á hné og staðin fyrir að hafa trú á sjálfum mér og setja allt í körfuboltann og ég sá alltaf fyrir mig til að laða eitthvað á mig þá væri raun og veru bara gabba aðeins það væri ekkert varð í mig, það væri ekkert gott ég hafði ekkert fram að bjóða, ég væri bara frekar mikill lúser æska mínur einhvern veginn bara gefið þetta ég væri vitlaus og allt þetta og ég var alveg bara hálf ánæður að það fór að mér ábyrðin að mæta og landsliðsæfingar og vera góður og ég þetta kannski að spila leik fyrir framföldu fólki og landið, veist, fyrir mig var það bara ég var 0 cool innst inni, 0 cool, sko veist, þú setur mig ekki á vítalínu, ég hefði bara kastað boltan í spjaldið, veist, bara ef ég hefði frá pressa á mig hann allavega, veist já, að spurningunni, þá næst að þessu atriði þegar ég lendi í þessu slísi já, svo lendi ég þessu en að þetta bara gengur aldrei svo vel, já, og ég bara svolítið flying high og já, staðan fyrir að mæta á landsliðsæfingar og sína fram á, veist, og fylgjast með og vera bara á staðnum og taka nokkuð skot og svona, þá bara fer ég á djamið, þetta í það og bara leik meir og fer ekkert lengra þarna þetta sumari, landsliðsþjálfarinn hugsa bara þessi maður náttúrulega vill ekki vera góður í körfubolta en ég vildi en ég hafði bara ekki trú á mér að verða eitthvað, en allan svo kem ég þann inn í næsta vetur í körfuboltan, bara nokkuð sáttu við mig og tilbúin í þetta og hugsa bara, ég er bara svolítið góður í körfubolta, fyrst getur ég hugsa, nú er ég svolítið góður, það er búið viðkenna fyrir mig, rosa góða fengum enganir, bara sóknin bara veist, bara boltinn alltaf onni og ég var alveg bara búin að, veist, setja alla svona ekki mín í þess að körfu, bara nú er ég körfuboltagæði og rosa góður, á leik, spila einhvern leik við Ísafjörð og það er Kani, stór blökkumaður og hann segði við mig til leikin bara, herðu, varst þú spilið Fraklandi eitthvað? Ég bara, nei, hann held ég kannast við, þú ert að leiðinu langt maður, veist, ég á með eitthvað 22 stig, blokkandi menn í spjaldið, fyrstur og ég taka leið upp síðan hinum megin og var bara komin í geggjaðan gír. Og staðin fyrir að vera ábyrgðarfullur, sem ég var aldrei á þeim tíma, þá fór ég bara á djammið, eftir þetta. Rosa gaman, svo góður í körfubolta og vildi bara frá djammið og svolítið svona flaggaði staðan fyrir að fara heim og hlusta á þjálfarann og fara að sofa og þá bara lendi ég í þessu veist, og sem ég bara mótaði mitt líf að ég lendi bara í smá einhverju orðaskiptingu við náunga sem kallar á mig í þessu tilfelli frá minni hlið finnst ég vera algjörlega saklaus og ég hef heyrt í þessum manni og hann er alveg sama máli og hann senda með því að við eitthvað og ég segi bara, herðu, ég ætla bara að fara heim en ekki standi í þessu og aðri gæjar komnir að skipta sér af segja, veist, þetta ekki að bögga eitthvað minni máta sig, það var bara frekar nettur, sko og bara í einhverju gír og ég er bara frá heim svo labba ég á stað og ég veit að það eru rúllandi niður bankstæti og þá sem kemur hann og hoppar aftan á mig og ég lendi svona hrikalega óliðinum, sko að það fer allt í sundur eiginlega og veist, ég stend upp og það er engin tilfinning í puttunum, ég get ekki hreyft á og það er bara svona skekki hún hangi bara á einhverju rasli og ég bara, veist, hleyp niður vinur minns og kemst í leigubíl beint upp á slísó og það var bara ok, hringt í bakvæktina, bara ég var heppinn að færast í handaskurðlanding landsins var á landinu það var bara, við þurfum að svæfa þig til að bjarga tauginni og þú náttúrulega undir áhrifum áfengis það er hættulegt, þannig ég þurfti að skrifa upp á leyfi fyrir því og svona og svo bara er ég skorinu upp og það er bara stóru 4 stálbyrning hendina og bátspinni brotið, liðbundi rifin og
og hann segir bara daginn eftir, nú farið bara skrattan á vegginn, bara hann að hérni frá verði allar fréttir góðar og bara hendið inn í mjög illa farin og ég bara, þú veist, ég er tvítur og hann að þú myndir örugglega aldrei spila körfubolta ævinni aftur og þú myndir að seint geta orðið bakari, pappi minn átti bakari og ég var að læra var bakari sveit sko og líka sætt þetta geti allt, þú getur orðið bara með krónískan ólið, bátspinnið geti ekki náð sér og þá áttu komið drep í það og þetta bara, og ég fekk aldrei neina, áfallahjálp, það hefði verið mjög gott á þessu tímapunkti, og ég bara satt hann að hálfþunnu bara, lífið þetta er bara búið, fyrir mér, það er bara búið. Þú getur ekkert gert það svo vilt gera, þetta var mitt pride, ég var gæði svo góður í körfubolta, ég var alltaf með góðan kassa, ég gæti tekið við þetta í Beppresu, það var bara búið að taka inn að mér hana. Og ég lifi fyrsta mánuðin í brjáluðu fórnarlambi og bara hangi að horfa á DVD og ég er ógeðslega og drekkum helgar og asnum fyrir bæinn fullu með hendin í rústi, og sagði bara fuck this, lífið er búið, sko. En svo fer ég til hans og læknirinn og tekur röntgenmynd og hann sér að beinið er ekki að gróa og hann segir bara, nú lítur þetta ekkert rosa vel út, það er komið drepinn í beinið og við þurfum að fara í aðra aðgerð og við ætlum að sjá hvað gerist næstu 2 vikum. Og það kom eitthvað í mér, bara ok, ótti, hvað get ég gert? Og hann bara hreyfði, pumpaði hendi blóði svona, það vantar blóðflæði í bátsbeini til að gróa, pumpaði blóði í hendina og verður bara eftir borða og holt og ég fór all in, ég baði til Guðs, ég fór að hlaupa í ræktinni, ég æfði með annarri hendi og ég satt bara hérna svona og ég borðaði bara og holt og kötta út allt kjaftaði og ég kem 2 vikur seinna og þetta er svona fyrsta innsýnið af mér í hvað líkaminn og huginn okkar er kraftmikill. Þannig að fæ ég fyrsta svona myndi segja svona, fyrsta sæni í vegferði minni hvað er í boði og hver ekki orðið og þá setur hann upp röntgenmyndina og bara wow, og ég hvað ættum við að gera? Ég nú komið beinið er bara búið að gróa á 2 vikum, fyrsta mánuðin 6 vikunar, ekki neitt og hann bara þetta, hann var bara kjálkir og bara niður, þú er góð læknir, ég gerði kannski góða hluti, en þetta er eitthvað sem ég kom ekki náttúrulega, það sem er búið að gerast nú 2 vikum og þetta náttúrulega bara þarna byrjaði þetta og næstu 9 ári er ég bara í massífu fórnarlambi. Hefði getað orðið góður í körfubolta, hefði getað orðið landsliðinu, hefði aldrei getað því ég var liðið þannig, ég var ekki tilbúin að leggja mig fram og þetta mótaði mig svolítið og bara þannig frá er ég bara lengi sár og brotin og bitur og gramur og fer í neyslu og stjamma bara og liði fyrir helganar. Og hvað þú veist, hvernig, að því ég er svona að feta með að því þegar að ég raun og veru svona upprísan þín byrja fyrir alvöru og þú ferð að nota þessi verkfæri sem út með í dag. Já. En þú sagðir áðan að þetta enda með að þú hefði verið bara í geðrofi á gólfinu grátandi og öskrandi þar til þú hefði sofið í 5 tíma. Hvenær er það? Það er löngu seinna. Þá er ég búin að vera í sjálfsvinnu alveg einhvern tíma, sko. Bara kemur stórt bakslag. Þá er ég komin raun og vera á geðlyf og sem sagt manni hvað þetta heitir núna Esopram held ég og hjálpaði manni með serotóninframleiðslu og ég er bara þannig núna líf veru mjög varasöm, maður á reyna að sleppa að taka þau þegar það breytir bara öllu harmoníun í líkamannum og ég held að það hafi hjálpað mér að fara í þetta geðrofurinn, það var bara ójafnvægi og það var tilfinningar voru alltaf meiri en voru venjulega og ég bara var með vissa svona komplexa þegar kom að stelpum og rosalegt afbrýðisemi og ég bara hef fyrir kæstum mér er bara svona thank God, þetta er búið þetta var búið bara ok, þetta fangelsi búið, sko, ég var bara veiku gæi, svo Jordan Peterson segir ef þú heldur að sterkur maður sé hættilegur ímyndaðu hvað veiku maður getur gert það sterkur maður hefur enga ástæði til að brjóta það niður, skilur og allavega og þá er ég nýbúin að kynnast núverandi maka mínum og bara ástin í lífið mínu og það bara kemur hann upp á eitthvað smá bob í bátinn og það tengist einhverjum gæja og þetta er bara nýbyrjað og þegar þetta er nýbyrjað þá er allt í gangi, það er allt flæðandi í gangi og ég er líka nýkonu geðlyf eftir að hafa beilað á Bifröst eftir að hafa verið 4 vikur inn í herbyggi, ég fór ekki út úr herbygginu mínu nema á nóttinni og þá bara komið mat á hurðinni á mér og ég var næstu bara, ég satt með hnífinn hérna bara og dröftuðu aumingin veit það ekki, bara datt út. Bara þunglindi? Bara massíft þunglindi. Ég bara dett út algjörlega. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.